Þú ert að hlusta á Mjólkurhúsið. Samtöl á milli verka. Í þættinum í dag Þorgeir Arason. Hann og kona komu fyrst hingað austur á 2008, þar sem þau hafa verið svo síðan. Hann hefur starfað sem prestur árið 2009. Við ætlum að ræða við hann samfélagið, fjölskyldulífið og hvort maður sé nokkur tíman alveg hættur að vera prestur þegar vinnudegi lýkur. Heill og sæll vinur, velkomin í Mjólkurhúsið. Takk fyrir það kærlega og takk fyrir boðið. Ég bara minnst að alltaf gott að fá því í heimsókn og fá í kaffi. En heyrðu, Þorgeir, þú starfar í hlutverki sem mjög sýnilegt á okkar svæðinu fyrir austan, sem náttúrulega líka mjög persónulegt. Þannig að mér langar að spyrja hvernig að vera prestur í samfélagi þar sem fólk hittir þig ekki bara í kirkjunu heldur allstaðar. Já, takk fyrir þessa góðu spurningu. Það nú kannski erfitt að aðgreina það hvenær maður prestur og hvenær ekki, því alltaf prestur líka þegar hann hittir fólk út í búð eða í skólanum með börnin sín og annað slíkt. En það nú líka bara forréttindi að vera í samfélagi sem ekkert alltaf stórt og það sem að fólk þekkist og það eiginlega bara eitthvað sem að ég hef litið í ákveðum augum sko. En allt hefur sína kost og galla. Það var líka þægilegt árið sem við byggum í Bandaríkjunum í framhaldsnáminu minni fyrir nokkrum árum að fara út í búð í stórborginu og hverfi í fjöldan og vita að maður myndi ekki þekkja nokkuð skapaðan mann. Jú, maður þekkir það sérstaklega þegar maður gefur hinga á minnasvæðið. Já. En það er voðalega notalegt að sjá að heilsa andlitum sem maður þekkir og erfitt að greina þetta í sundur. Já, það ekki bara þannig sko, nú náttúrulega sinnir þú þínu starfi og ég náttúrulega, mér tjáð þó ég líti nú ekki á þannig að maður sé nú frekar ábyrjandi annars slæðið, aðallega um dagvinnuna, en ég skal alveg viðurkenna að mér finnst það alveg agalega fínt að skreppa norður eða suður sko, ef maður ennir ekki hitta fólk út í kaupfélagi. Leikið þið ekki bara sama leik í sjálfu sér þið hjónin eða fjölskyldan, ef þið fá nóg þá bara skreppið í frí. Ég veit ekki hvort maður hugsa þetta svona, en þetta auðvitað, það getur líka verið þægilegt að fara í burtu. En annars hefur okkur alltaf liðið mjög vel á Egilsstöðum. Það er gott að heyra. Okkur var mjög vel tekið á sínum tíma og mér finnst þetta nú svona í gegnum tíðin hefur það verið mín upplifun þó að sé ekkert samfélag fullkomið að þá sé Egilsstaðir rauninni mörguleiti mjög sterkt samfélag. Og það er gott að búa hérna, það er gott að vera með börn hérna og tala upp börn, það er náttúrulega mikið í boði fyrir börn og fyrir fjölskyldufólk hérna. Ég myndi segja að þetta væri fjölskylduvænt samfélag. En kannski við komum aðeins að því síðar, en náttúrulega við vorum að tala að vera prestur í starfi þá og allt þetta, hitta fólkið í kaupfélaginu og annað slíkt. En ég þá hugsi, finnst ég vera það einhver munur vera prestur í starfi og prestur í daglegu lífi? Einhver greinamörk, gerir þú grein fyrir því þegar þú ert búin í vinnu klukkan 4 eða 5, fer svo í kaupfélagið, verslar í matinn og einhver hitti þig, ertu þá komin í vinnugýrin aftur eða ertu bara orðin Þorgeir, bara nágranni eða samferðamaður? Ég held að sé nú afskaplega erfitt að gera skýran greinamun á því sko. Og vissulega maður lenti í ýmsum svona djúpum og persónlegum samtölum. Þess vegna við fristikistunni í Bónus eða hvað slíkt. Já, þú meinar. En ég held að það sé óhjákvæmilegt. En auðvitað reynir maður að bara láta ekki vinnuna einhvern veginn taka yfir, flæða út allt sko, það má ekki vera þannig. Þetta sko málið það ég átti nú samtal við einn góðan sameiginlegan vin okkar í gær. Okay. Við vorum að ræða sko hvenar einstaklingu verður ómissandi og þá rifjaði hann upp fyrir mér dæmisögu og það var nú senast þetta maður sem heitir Sigurjón Egils, hann var sett í starfi sem ég var í fyrir mörgum árum. Og hann kom einhver tíman klukkan 10:30 eða 11:30 á kvöldi á Djúpavog á hótelið þar vegna það var einhver bjórtælabiluð og þá kemur eigandinn á hótelinu og segir við hann, Sigurður minn, af hverju ertu hér? Heldur þú sést svona agalega ómissandi?
og hann svarar bara, já, ég náttúrulega bara einn hérna í þessari vinnu á svæðinu, en hann spyr svo hann Þórir sem á framtíð, hann segir, herðu, þú getur sýnt fram að þú sitt ómissandi, þú tekur vasklas og fyllir það vatni og svo dýfir puttanum ofan í og ef það er hóla í vatni þú tekur puttanum upp úr, þá fyrst ertu ómissandi. Þangað til þá bara getur einhver annar redda þér. Þannig að þetta er svona, kannski dæmisaga það að eins og varst að nefna, þú veist, að þú eru komin í djúpa einlega samtöl upp í kaupfélagi Bónus að að maður vill ekki vera dónalegur. Ég veit ekki, ég hef alveg farið kannski ekki alveg á á þínu kaliberi, þess að þú náttúrulega ert á allt öðru sviði heldur en ég hef starfað nokkuð tíma á, en stundum veit ég fyrir mína parti, ég hef staðið í búðinni og bara, ég hef ekki bara ræðið þetta mánudaginn, þú veist, ég er búin, ég er að drífa mig heim til að sýta konun og börnin. Þú ert ekki ennþá á mínu sviði, kannski átt eftir að aldrei að vita, kannski býðu góði fræðin handa í hotnið. Já, hver veit, aldrei að vita. En þetta er náttúrulega rétt að gott að minna sem enginn er ómissandi og kirkjugara heimsins fyllir ómissandi fólk, sko. Algjörlega. En í sambandi við það að, sko, presturinn sé áberandi, að þá þetta mér í hug, eða svona það sé kannski að einhver leiti hort á hann í litlum samfélögum, að þá þetta mér í hug það sem að ég áttaði með á þegar ég var að, sko, ég víðist 2009 fyrst þá í aflýsingu og Vopnafirði nokkra mánuði. Já. Og þetta er Vopnafjörður. Smæra samfélag og annars konar heldur hérna og héraðinu, dásanlegur stað. Og einn daginn þá ringir í mig fullorðinn maður og spyr hvort getum hist í kirkjunni morgun eftir og rætt ákveðið mál og það er nú alveg sjálfsagt og ég segi já, ég reikna með að vera komin á þessum tíma upp í kirkju. Já, ég fylgist bara með, ég sé bara hvernig bíllinn er komin. Já, ok. Þú veist hvernig bíl ég er á. Það er þannig. En svona áður við klára kannski þennan hluta, var eitthvað augnablik, sérstaklega bara, við kannski munum aðeins vera meira fókuserar á Austurlandið, en þú tala um að vera Vopnafirði. Var eitthvað augnablik svona áttar á því að hlutverki nær bara langt út fyrir bara lóðamörk kirkjunar? Ég held að maður hafi svo sem haft hugboð það alltaf tíð, sko. Já. Að einhverju leiti, þá að ég sé mestu alveg upp á höfuðborgarsvæðinu frá því ég var 10-11 var þá flyttum við á Seltjarnarnesið og það við sem að það maður sá prestin einhver staðar á Eiðistorgi til dæmis að þá var hann ennþá presturinn í hugamanns og maður áttaði sig að því að maður veri kannski að fara inn í verkefni sem að ætti sér ekki bara stað innan eins og þú segir lóðamarka kirkjunar eða innan helgidómsins en það er nú svona út frá kristinni trú, það má ekki gleyma því að all veröldin er helgidómi Guðs og allt standu við þar sem sköpunarverk hans. Þannig að ég held að það svona svo vitund og kannski sérstaklega það að fara út á land, það var svo kannski haft það í kollinum að starfpressis myndi einhver leiti móta búsetuna og öfugt, sko, og hafa áhrif eða vera sýnilegt með einhverjum hætti út fyrir það sem á sérst að nákvæmlega í kirkjunni. Já, algjörlega. Nei, þetta er eins og vorum einmitt að ræða hérna áður og byrjum að taka upp svona mín fyrstu kynni af þér, ekki það ég ætla nú að básna þau sérstaklega, en náttúrulega þú kemur austur hvenær fyrst? Ég flytjum til Eistað 2008. Já, þið komum 2008. Já, þið er búin að vera svo lengi. Það er bara að styttast í 20 ár. Það fyrir styttast í 20 ár. Þannig að því að ég veit hvað þú ert að vísi, þá var okkur var nú ekki búið í Þorrablóðsstand fyrir 2020. Já, þú meinar. Já, en það var ekki tengið góðan galgafrest á það. Já, ég get sagt að mín að koma austur, ég held ég verið búin í 6 mánuð til ég var að reyna í Þorrablóðsnefnd í Fellum á þeim tímamóti. Þannig að þetta er góður buffer. En bara fyrir þá sem veit ekki, þá náttúrulega þannig að ég er náttúrulega gefið austur 2014 sjálfur, hafði svo sem ekkert verið eitthvað hitti eða verið svona með sameiginlega vini annars slíkt, en svo er það þannig 2020 að ég er að vinna á Þorrablótinu á Egilsstöðum, þú ert í nefnd og þú tekur hann atriði, víðfrægt atriði sem var náttúrulega fyrir algjör óþarf að fara að útskýra hver húmóru var, en þá var það svona hálfgerð teik á laginu Hatrið með sigra og sjáði hann að dressa hann upp með gaddálina en það er bara ég mæli með því að hafi samband ykkur sem þekki þetta var mjög skemmtilegt að taka þátt í þessu og eins og ég hef sagt við marga
Það gaman að rifja þetta upp. Þetta verður aldrei endurtekið. Nei, en svo náttúrulega líka... Ekki frekar en flest áralbúðsatri. Bara að lifa þau eiga sína stund í núinu og svona. Nákvæmlega, svo náttúrulega, ég skal viðkynna að næsta blótu eftir, þá fékkstu nú svolítið gott skot fyrir lokaatriði sem þú tókst átt í þetta. Það var ekki alveg laust við það. Nei, en þú veist, fyrst byrja ræðið Þorrablótin. Kynntust einhverju fleiri þegar þið voru í nefndinni, þú veist, einhverju öðrum? Já, við erum náttúrulega, þetta var náttúrulega mjög gaman að taka þátt í þessari Þorrablótsnefnd og kynnast fullt af fólki þar sem maður hefði kannski ekki kynnst öðrum kosti, sko. Þetta var, við vorum svolítið heppin með það að þetta var nefndin sem maður náði að klára að halda Þorrablót þarna rétt fyrir COVID, sko. Í janúar 2020 og svo nokkrum vikum seinna var þetta skellt í lás og ekki haldið blót árin 2 á eftir, en svo vorum við þarna, það hefði ekki verið þá 23. Já, það var náttúrulega haldið eitt, verið nefndin sem var hann á milli, helt Þorrablót á. Var ekki stafrænt? Stafrænt, já. Akkurat, já. Það var en ekki það ætlum að dvelja þar. Ég held ég að ræða við allt og marga gestir COVID nú þegar, en svo sem hluti að ferðalæri hjá öllum síðastliðin ár. Kannski gott að leggja það bara bakvið. En ég tek alveg undir að með þeir eins og nefnum að kynnist hellinga fólki í samfélaginu og sérstaklega fyrir menn sem eins og búin að koma fram, þú veist, við erum báðir aðkomumenn eða AKP og fyrir mína pasta var fekk ég sko lykilinn og hörðul sem komast inn í samfélaginu að taka þátt í nefndarstarfi og og þannig að þetta er eins og í þessu litlu samfélagum það sem verið að halda þessum sið til dæmis uppi bara að gera taka þátt en þú segir þið komið 2008 hvernig fannst þér að aðlagast samfélaginu var eitthvað sem þú skildir ekki eða varstu bara eins og flís við rast þegar þú komst inn að fyrst? Sko, þetta var nú þannig að við vorum náttúrulega ung þegar við komum, 25 og 6 ára við Hlín og komum bara beint úr háskólanum. Þá fáum við þetta tækifæri að mér búið að koma hérna og vera fræðslufulltrúi hjá prófastæminu í starfi sem heitir í dag svæðisstjóri æskulýðsmála og það var mjög skemmtilegt tækifæri og Hlín fer að vinna á félagsþjónustunni. Svo árið eftir það þá vígist ég til press og þarna á móti líka þjóna á Vopnafirði og í ýmsum afleysingum næstu árin, svo héraðsprestur. En svona varandi það að koma inn í samfélagið, ég held að það tæki nú tíma fyrir alla, sko, þannig ég get nú kannski ekki sagt að maður að vera eins og flís við rast fyrst, en svona yfir það heila þá verð ég að segja var tekið vel á móti okkur. Og ég held að við höfum frekar fljótt fundið að væri bara mjög gott að búa á héraðinu. En sko síðan breytist líka margt þegar maður fer að eignast börnin, við vorum barnlaus þegar við komum austur. Eldri dóttir okkar, elsta barn okkar fæðist 2011 og maður svona kemst kannski með nýjum hætti inn í samfélagið eða öðrum, skulum við segja, þegar það er komið barn og maður verður að taka þátt í öllu sem að því snýr og kynnast öðrum foreldrum líka. Sko. Jú, hver þekkir það ekki? Bara íþróttirnar og hvað sem svo íþrótt heitir og svo bætist allt hitt við. Nákvæmlega. En var eitthvað sem þú veist að læra, þú veist, einhver samfélagsleg hegðun sem kom þér á óvastur og komstinga eða náði yngri átt? Já, sko, það var nú ýmislegt, eitt var nú þetta með áttirnar hérna og hérna, sem að mér var fljótt kennt og að fara, það var svo sem lógist að fara út í áttina til sjávar eins og hérna út í Þingárna til dæmis, út í raðið, eða fara út eftir og svo hérna inn eftir og upp í Fljósdal eitthvað slíkt, þetta þurfti maður að læra, var maður alveg, og hann tekin á beini með þetta og svo að fara svo áttirna sem að standast á þeim að fyrir hérna í fljótið og er að fara norður og svo fyrir maður tilbaka og þá fyrir maður austur. Já, það ég hef nú, þið þekkir nú báðir hérna Gunnar Gunnarsson og pappans hann Mansa, minni mig, ekki, jú. Ég var einhvern veginn hjálpað með að flytja hérna búslóð og þá var það, já, við erum frá norður við fljót og veist þú, þeir sem þekkja mig, þið vita að ég get verið svolítið formfastur og kemur á áttunum og aldrei skilja þetta, ég benti byttu hvar alltaf þú ætlar að fara að keyra út eftir og fara þar yfir hjá virkjuninni og svo í fellin eða
Nei, það norður við fljótu kýr mig lagaflöðsfrúnu. Og ég bara, já. Og þetta er þrætu epli sem ég ætla ekki að eiga við og bara heimamenn með að hafa þetta svo vilja. Ég tek alveg undir með þér. En svo stendur maður þessu að því, sko, ég veit ekki hvort þú ert komið þangað, en maður stendur sig að því einn daginn að fara að segja þetta sjálfur, alveg hugsunarlaust. Sko, það er svolítið fallegt moment þegar maður þetta það. Eftir að við komum hér á vellina, ég og Lilja, kona mín, þá maður honum mjög stífur á því, sko, út eftir, inn eftir. Og upp eftir og niður eftir. En norður við fljót mun ég ekki skilja ennþá. Við sjáum hvort það gerist einn dag. Svo niður eftir áttalega niður á Firði og í efra og neðra og allt það. Jú. En sko, síðan talandi akstur, sko, maður alltaf sem maður kemur úr borginni, þannig maður einhver leit að læra að keyra upp og nýtt. Ég var ekkert mjög vanur að keyra út á landið þegar ég kem hérna. Maður til dæmis eftir sko augnablikið þegar ég var bara fyrsta haustið mitt, ég var barnastannir á Seyðisfirði. Og svo að ég fara þangað, svo bara strax í lok september komin hálka á Fjarðarheiðinni. Bíllinn ekki á nöglum og ég alveg sko logandi hrættur, ég veit ekki hvað, ég var yfir klukkutíma að lúsast yfir heiðina sko á lilltekjunni sem við áttum þá. En þetta var bara mikið lærdómur sko. Og svona reyna að keyra úr sér bara hræðsluna við hálkuna og læra að fara varlega. Sko, við hlæðinu blaði, nú langt mér að spyrja þig, þannig að á þessu heimili þá það þannig að það svona 1 eða 2 líðir í sjónvarpsstarfsemi sem eru háheilagir, annar meira mikilvægur en annar og hjá mér það að ég þarf að horfa á veðurfréttina hverju kvöldi, frá sunnudagskvöldi til föstudagskvölds, til þess að vita svona hverju á von daginn eftir út að náttúrulega mitt daglega starf náttúrulega vissulega tekur mig út alla fjórðung rétt eins og þitt og þá vil ég spyrja þig, ertu mikið að horfa á veðurfréttina? Nú skal ég kenna þér svolítið nýtt en sem hún kannski aldrei heyrt maður. Það er hægt að fara sko í tölvu eða síma og opna eitthvað sem heitir veður.is. Það er rétt. Ég er greinlega svolítið fastur á síðustu enda en það. Nei, auðvitað við þurfum að fylgjast með veðrinu og veðrinu og ekki síður, það er alveg önnur síða sem ekki síður mikilvægt þegar maður flyttur hingað vegagerðinu. Umferðin.is. Hún fyrst að opna síðan mér allan í vinnutækjum. Já. Þannig að við erum bara... Við séum alveg að sögja blaðsíðinu með þetta. Nákvæmlega. En við skulum aðeins bara aftur tilbaka, aftur til fortíðar. Hvernig eiginlega kom það til að þú endar í guðfræðinámi? Sko, ég hef nú alltaf held ég verið trúaður eða trúin fyllt mér bara frá því ég var barn og man ekki eftir mér öðruvísi þó ég hefi átti svo sérstakt svona moment þegar ég var svona 12-13 ára þegar ég kannski bara tek mig og meðvitað ákvörðun það að fylgja Jesú Kristi og tók ferminguna mína mjög alvarlega framhaldinu en var ekkert með það í huga þá að verða prestur eða fara í guðfræði en það er bara í rauninni alltaf áhuga og gaman sem krakki að taka þátt í svona kirkjustarfi og syngja og var í KFM og vatnarskói á sömurinn, þetta var bara hluta mínu lífi síðan sem unglingur þá fer ég að taka þátt í Kristilna skólasamtöku fyrir sunnan og þetta gaf mér mjög mikið og en eins og ég segi þegar ég var kannski í kringu fermingaraldur þá held ég bara leið ef einhver hefði sagt mér ég ætti eftir að verða prestur. Varstu með eitthvað svar þegar einhver spurði hvað ætlar að verða stór? Ég ætlaði nú alltaf að verða leikari sko. Ég ætlaði að verða lengi á tímabili sem krakki sko. Ég sko þú myndir alveg rúla því með að ég þekki og sérstaklega með það fyrstu kynni. Já, ég ætti eftirlátaður það nú að mestu sko. En úr þess að komið er svo á tímabili mann ég var alltaf að vera lögfræðingur, það er eitthvað spennandi svona sem hún líkur. En svo fyrir að toga í mig guðfræðin svona einhvern tímann á menntaskóla árunum og ekkert endilega fyrst með það í huga að verða prestur heldur bara fast með þetta spennandi nám. Guðfræðin alltaf þannig að hún sameinar svona frekar fjölbreytt svið. Hún sameinar áhuga á til dæmis sögu, tungumálum og samfélaginu í dag og sjálfsögðu trúarbrögðum heimspeki og siðfræði og öðru slíku. Þannig að svona kúrsarnir sem við þurfum að fara í gegnum eru mjög sko fjölbreyttir fyrir utan náttúrulega síðan þessi praktísku fyrir þau sem er að stefna á þjónustu sem prestur að djákni sko, selgi siðafræði, predikunarfræði og annað slíkt og sálgæslufræði. En mjög snemma í guðfræðinni þá fann ég að prestþjónustan eða köllunin til prestþjónustu var farin að toga í mig og ég held að það sé
þannig að Guð kalla okkur til starfa og við séum all kalluð til þetta þjónustu í þessu lífi sko. Og engin einn kallun er merkilegur en önnur. Alls ekki. Við erum bara kalluð til að sko gegna okkar hlutverkum með sko sóma og príði og eins vel og við getum af trúfesti. Það var það sem að Lúther til dæmis lagði áherslu á sko þegar hann var að minna fólk á að sko presturinn væri ekkert á öðrum sess en götusóparinn eða annars líkt. Nei. Og götusóparinn væri einhver síður heilu. Nákvæmlega og það er eins og ég hef nú átt þetta samtala ansi og ofta ekkert endilega með köllun í guðfræði annars líkt. En ég hef alveg talað eins og oft bara við fólki kringum mig. Ég er alls ekki persónulega forritar í það að vinna í heilbrigðisgeiranum. En samt áist ég að þeir sem vinna við þetta, eins og við höfum nú góða vin sem keyrir á sjúkrabíl hérna niður frá niður á fjörðum og maður sér að þetta gefur honum alveg gífurlega mikið en ég get sagt það að ég get ekki séð fyrir mér að ég Elíþór gæti unninir á sjúkrahúsi eða upp á dvalarheimili eða annað slíkt, þú veist, sem í 9-5 vinna eða hver sem vaktavinnin er. Nei. En tegundi þetta. Já, en með námið byrjaðu bara hérna á Íslandi eða fórstu beint erlendis eða hver? Já, ég fór í Guðfræði Háskóli Íslands bara strax eftir stúdíu þegar ég var 20. Svo fer ég sko tek annað árið sem skiptinum út í Frakklandi. Já. Og þetta hafi verið draumur svona í þó nokkur ár hjá mér að komast eitthvað til Frakklands og læra meiri frönsku. Þannig að ég gegnum Erasmus-programmið þá gæti ég farið til Strasbourgar og hérna var allan annan veturinn með þar og tók slatt á kursum og lærði frönsku og það var alveg opbóðslega áhugaverður tími. Ég get trúa því. Strasbourg mjög skemmtileg borg, það landa mér í Þýskalands og Frakklands. Jú. Og falleg og þarna stendur háskólinn á svolítið gömlu merk. Já, og það fórst í Frakklands, ég veit ekki að ég nú aldrei farið okkur sjálfur, en mæli með því, skemmtilega veit það. Það kemur að því, þegar maður hættir að hlaupa á hamstrahjólinu og fer að fljúga út, en var eitthvað í Frakklandi sem kom þér meira óvart en sem svona kom þér eiginlega opna skjöldu. Náttúrulega ég reikna með að þú hafir horfið meiri fjöldan þar með upplifðin í dag. Já, maður gerði það og samfélagi var alltaf mjög fjölbreytt og þarna var bæði alþjóðlega nemendur úr ýmsum áttum sem var gaman að kynnast, en ekki síður Frakkarnir eins og með tungumál, kannski kom hann ánægilega óvart hvað bara var mikil áhersla á frönskuna og maður hefði ekki komist upp með alltaf bara að komast í gegn með enskuna, eiginlega hvorki innan í utanskóla, stemningin var bara ekki þannig eða kultúrin, það var ekkert annað að ræða heldur en að reyna að læra málið og ég var orðin býsna góður í frönsku eða sleipur þarna vorið þegar ég kom heim, en þetta því með maður tapað helmiklu niður gegnum árin. Ég ætla einmitt að spyrja hvernig erst í dag? Ekki eins góður og ég myndi vilja vera alltaf. Þannig að þið ekkert að biðja að koma með sýnidæmi hérna. Þú veist smá undirbúinu sennilega. En síðan var annað sko sem var svo skemmtilegt í Strasbourg af því að þar kirkjulífið svo fjölbreytt að það voru sko þannig að maður gæti farið og ég gerði það á sunnudóm, ég fór oft í messur í mismunandi kirkjum, ekki bara lútherska kirkjur heldur fór ég þarna og heimsótti ýmsar ólíka kirkjudeildir, kaþólska rétttrúnaðar og baptista hvítasunnumenn og fjölmargar aðrar kirkjudeildir sem að gaf manni líka mjög góð einsýn í svona kirkjulífið í svona fjölbreyttu skilningi og svona opnaði líka áfram þess að samkirkjulegu vít sem að hefur alltaf verið mjög mikilvæg að hugsa einingu þó ég sé sannarlega sko, ef að segja svona frekar saltrú og lútistrúa maður að þá þessi samkirkjulega eining kristna manna eitthvað sem mér mjög mikilvægt. Ég sá nú dag, ég held ég sé nú ekki verið rátt mál að þetta sé nú kannski aðeins að breytast í svona samfélaginu á Íslandi í heild sinni. Sá nú einmitt auglýsingu það sem var verið að bjóða ungu fólki í Reykjavík að koma að hittast það sem var sko fulltrú frá kaþólsku kirkjunni, frá þjóðkirkjunni, frá nú þar muni hvort í muni allar hérna allar kirkjuna það var Kristkirkjan minni með hana líka og einhverju fleiri og ég skal viðurkenna, ég brosti nú út í annað þegar ég sá að
að það var loksins komið einhver vettvangur sem fólk gæti komið og rætt saman og verið sammála þessi grunnatriði. Já, akkurat. Ég held að þarna þetta var alltaf mjög ánægulega viðburður sem þetta vitni þarna, ég held að þarna í tengslu við þessi alþjóðlegu bænaviku kristjanumanna í janúar. Og ég held að þarna hafi mjög mikið gerst, ekki bara á Íslandi heldur líka í kannski svolítið alþjóðlegu samhengi á seinustu, ekkert óbáslega mörgum síðustu árum, segjum síðustu 10, 20, kannski 30 árum, hafi þessi þróun verið eiga sér stað sem er óbáslega ánægilegt. Við þurfum að standa saman. Já, algjörlega. En komum kannski aftur á beinubrautinu sem við vorum á. Við förum alltaf út af henni. Já, það er bara sem betur fyrir það skrifa í DNA þessu þætti. Já. En náttúrulega með pressstarfið, þú talar náttúrulega að þú hafi fundið köllun að fara í það starf sem þú ert í dag. En ef þú horfir tilbaka, hefur skilningur þinn þá á þinni köllun eitthvað breyst? Miðað við þegar þú byrjar í náminu og ert svona farin að finna hvað átt þú vilt fara í og svo hraðspólu við til dagsins í dag. Öll erum við náttúrulega stöðugt að þróast og breytast og Guð kallar okkur til að svona halda áfram að þroskast og víkka okkur í bæði starfi og einkalíf og sem manneskjur. Ég er afskaplega þakkláttur fyrir það að hafa fengið tækifæri til að svona bara svara kallinu og fara í þjónustu kirkjunnar strax eftir guðfræðinám og fá tækifæri síðan til að starfa sem prestur og þetta er kannski skilningum hans á hlutverki og starfi pressins í stöður í mótun, réttið svo væri sem maður sjálfur persónulega á kirkjan í heild. Og Guð kallar okkur líka alltaf held ég upp á nýtt, kannski jafnvel á hverjum degi getum við sagt, bæði til að vera kristna manneskjur og til að vera góða manneskjur í okkar lífi og til þeirra verka sem á áskorana sem við mætum hverju sinni. Og þær eru náttúrulega bara í rauninni geta verið mjög fjölbreyttar og köllun pressins eins og ég sé henni í dag, það er að sjálfsögða þjóna sínu fólki í bæði gleði og sorg á grundvelli kristinnar trúar, vera til staðar fyrir fólki með þeim hætti. Köllunin er ekki síður að biðja, leiða fólki í bænalífi og helgihaldi, að predika Guðs orð og reyna að boða fagnaðarerindið, þjóna að því sem við köllum sakramenti, sem er svona svolítið hjartað í kirkjunni í lútherskum skilningi, það er annars vegar skírnin og hins vegar heilög kvöldmáltíð, þar sem við fáum að mæta svona náð Guðs við altarið í Guðsjónustunni. Þetta er eitthvað sem er mér persónulega alveg ofboðslega dýrmætt og er svona, að því að þú notaðir líkinguna DNA, ætli að gera það líka, þetta er svona hlut af DNA en í því að vera prestur, í því að vera kirkja bara í rauninni, að við séum kölluð saman utan þessa þætti. Algjörlega. En síðan er þetta líka svo stórkostlegt og þessi krefjandi að fá tækifæri til að mæta fólki og tala við fólk og vonandi leggja fólki lið í ólíkum aðstæðum lífsins og eiga samtal við fólk erfiðu slutina í lífinu líka. Og auðvitað gerir presturinn alltaf að kallaðu til þess á grundvelli kristinnar trúar þó hann sé ekki alltaf með nafn Jesú á vörunum og það mista kosti hjartanum og þegar fólk er mætt í þeim aðstæðum. Það bara virkilega gott svar. En nú kannski ég fer aftur aðeins út fyrir efni, náttúrulega tengslu við umræðum sem við erum með. Ef ég segi svona mín upplifun á prest eða forstöðumanni eða svona trúalegu leiðtoga eins og maður hefur skilið þetta í gegnum árin, þá náttúrulega hef ég kannski skilgreint prestin miklu meira sem þessa stoð og styttu, þetta bjarg sem fólk getur leitað til. En mér langar að spyrja, hvert leitar presturinn þegar hann er að fara í gegnum einhver erfiðleika? Er það eitthvað innan eins og þjóðkirkjunnar eða er eitthvað tengslanett sem þið hafið ykkur starfi? Já, prestar geta leitað sér handleiðslu innan þjóðkirkjunnar.
Sálgæslu og fjölskylduþjónustu kirkjunnar til dæmis er kerfið til þess, bæði einstaklis og hóphandleiðsla sem okkur stendur til boða. Við hef einu sinni farið í gegnum svona handleiðsluhóp sem var bara mjög gott. Og að sjálfsögðu þá eigum við trúnaða menn í okkar prófestum og biskupum sem við getum leitað til í vandasögum aðstæðum, hafa maður gert. Og í svona samfélagi kollegarna, en ekki síður fyrsta stoð og stytta prestsins er auðvitað bænin, heiluritning og svona þetta persónlega trúarlíf. Já, sem að köllunum hlýtur að byggjast á og eiga sér sína persónlega stundir þar sem maður gefur sér tíma til að lesa í biblíunni fyrir sjálfan sig en ekki bara vegna sem að þarf þess að því að það er predikurinn eða eitthvað ræða fram ekki skyldinar vegna. Nei, einmitt. Og að geta beðið og haft bænina sem svona eins og við erum náttúrulega öll hvött til að geta haft bænina sem svona hluta af þessu lifandi veruleika í daglegri tilveru, hvað sem við erum sem maður líkur í rúminu nývaknaður en ekki fram úr en nota tækifæri og tekur sér nokkra mínútur til að bara þakka Guði fyrir hvíld næturinnar og leggja nýja dag hans hendur eða maður bara út að keyra eða í sundið eða eitthvað Nákvæmlega. Allan og það er kosturinn við þetta, maður þarf ekki að vera einhverjum ákveðnum punkti, einhverjum GPS-punkti til að stunda þetta. En þú kemur austur 2008, er búin að opna fyrir það áður. Nei, ég kem til Eistað 2008, svo árið eftir þá er ég haustið á Vopnafirði. Já. Er líka viðlúðandi hérna, er áfram í fræðslufulltrúastarfin. Ég var ekki fastráðið þessi fyrstu ár, og ráðið frá ári til árs, þannig að við vorum líka að horfa í kringum okkur svona, og maður að vera hérna áfram eða leita annað og ég sótti hérna nokkur önnur preststörf í mildtíðinni og sótti Hvammstanga og Ólafsvík og fleira, en það var ekki úr og síðan var ég að leysa af hérna héraðinu líka 2010-11. Frá 2012 til 2014 þá var ég ráðinn í starf sem sagt héraðsprests hérna í prófastæminu. Já. Og var ég að sinna þessum mæskulis- og fræðslumálum, miðstöðunæðum og fleiri og líka að leysa af í prestaköllunum. Það var mjög skemmtilegt. Svo 2014 þá er ég rannsóknarprestur á Eistað-prestaköllunum. Það er ekkert fyrst en svo ert farin í Gublin og ert að sinna messu eða Nei, það er hann 2009, þá er ég auðvitað til presta. Þá ertu tekin strax í það hlutur. Já. Og ef við bara tökum út frá þeim punkti, var eitthvað sem kom þér á óvart í þessu þegar þú byrjaðir? Eða var einhver áskorun þar að segja? Já, ég get sagt þér það að það sem ég var búin að kvíða mest fyrir sem prestur, ég hafði í rauninni, ég var ekkert mjög stressaður fyrir því í rauninni að leiða til dæmis guðstjónustur eða standa fyrir fólk og tala kannski svona grunnur úr bæði KFM og vinni í vatnarskói og annað slíkt hjálpaði manni með það og barnastarf og annað slíkt. Ég hafði tekið þátt í leikfélagi og hafði ekki áhyggjur af því. En ég kveið fyrir því að mæta fólki á vettvangi sálgæslunnar. Kveið fyrir því að mæta syrgjendum og vera í þessu návíi og finna þennan vannmátt sem það finnur. Það er bara þannig. Mætir fólki sem er í djúpri sorg eða aðstæðum í lífinu sem er bara virkilega erfiðar. Presturinn er kallaður til að koma og hlusta og reyna að vera að einhverju liði og maður finnur mikið vannmátt. En það er bara þannig og maður verður eiginlega bara að ganga inn í þann vannmátt, íklæðast bara styrkleika Guðs og leggja allt í hans hendur og vonast svo til að maður skólist til með reyslunni. Og það hefur nú sem betur fekk kannski held í gerst hjá manni, það var öryggið elst. Það sem komir á óvart var að ég í þessum vannmætti í rauninni bara krakki 26 ára kemur strax í Jarðarför og Vopnafirði, bara nokkrum dögum eftir ég byrja þar en fólkið það tekur manni svo vel og maður er strax bara þetta er hérna presturinn og nú bara leitum við til þín og við tökum bara mark á þér og hvað segir þú þetta og þetta og þetta og fólkið opið að treysta manni fyrir í rauninni bara einstu hugsunum sínum. Þetta kom mér á óvart og þetta var á sama tíma ánægilegt og auðvitað líka svolítið ókveikjandi. Hverjum þetta ekki ókveikjandi? Nei, bara nú þekki ég sögu þess bara þegar fólk, ríkfullari fólk, til dæmis kveður foreldrar sína. Ég tel að þetta sé kannski sé eitt af þeim augnablikum sem maður er eiginlega, ég finnur fyrir mesta vanmætti.
þegar maður þarf að kveðja foreldra sína og sinna útför og öllu þessu sem þarf að hugsa og ástæðan minnst á þetta náttúrulega að ég þekki dæmi þess hér á landi að börnin hjá þessari ákveðnu mannesku sem hafi hvatt okkur börnin voru bara í það mikil sorg að þau gátu varla að hugsa sko. Og ég náttúrulega var aðeins með í þessu ferli en ekki með ákveðnu vald og ég man það að ég horfði á prestin og svo fulltrúa frá útfararþjónustunni og þau sögðu, já, ég mæli með að gera þetta þá heyrðist bara frá aðstandum, já bara endilega, já það var, sko, þau gátu ekki hugsa eina hugsun til enda en þú minnist á að vera kannski svolítið á milli hluta og við erum svona kannski búin að dekka svolítið þennan þegar fólk kveður okkur en með þessi stóru tímamót það hvernig finnst þér að standa á milli, þá erum við að tala eins og giftingu skírn eða barnablessun eða eitthvað sem þér finnst annarkvort koma óvart þegar þú byrjar og þegar þú stendur í dag eða hvað, já, ég veit ekki alveg hvert ég að fara með spurningu á endanum og ég reyna að fara eitthvað með svari já, bara þetta náttúrulega stórkostleg forréttindi að vera treyst fyrir því að ganga inn í þessar svona einhvern veginn bara stærstu stundir í lífi fólks og sem að segja skírnaði hjónavígsla hvað það eða eitthvað slíkt og þetta líka fermingin sem að það er frábært að fá tækifæri til að kynnast hópi unglinga á hverju haust og fylgja þeim í gegnum veturinn, fylgja þeim í gegnum fræðslu kristna trú og svona lífsgildi og umræður það hvað það að vera góð og sönn manneskja og reyna að kenna þeim gott, leggja þeim eitthvað gott veganesti til og ekki síður bara líka læra þeim og heyra hvað þau eru að hugsa og eiga svo þessa stund vorið þar sem að fjölskyldurnar koma saman, þetta mikið fjölskylduhátíð, ég fendi sjálfur elsti dóttur mína síðasta vor og það var óbúslega ánægjuleg stund og mikil hátíð að fá að taka þátt í því. En umfram allt þá er þetta forréttindi finnst mér fyrir okkur presta að vera treyst til að koma inn í þessi tímamót hjá fólki og á sama tíma það líka svolítið ókveikjandi vegna þess að þetta eru eitthvað sem að skipti máli að sé vel staðið af. En og það sem að kannski kemur á óvart líka bara sko ekki síður gleðir sem að finnur innra með sér yfir því að geta tekið þátt og samlast með fólki í því og maður verður ekkert það ég ekki fann að finna það neitt að maður verður neitt þreyttur á því þó að við sem búin að vera prestur núna fyrir nálgast 17 ár. En þarftu þá á þessum stóru augnablikum frá fæðingu og þar til að maður kveður þessa jarðvist. Finnst þú þurfa að passa eitthvað upp á því í þessu hlutverki eða? Ég held að maður bara reyna að vera maður sjálfur sko, eins og maður mögulega getur. Vertu þú sjálfur, það var einhvern tíma sagt. Já, lagið góða. Já, akkurat. En auðvitað sko göngum við ekki síður, gengum við fyrst og fremst inn í þessar athafnir sem á grundvelli, hvað ég var að segja, þeirra hefðar og þess svona þeirra helgisiða sem að kirkjan lætur okkur í té. Og það líka mjög spennandi að fá að fá tækifæri til þess að biðja með fólki og leggja fólki til benda fólki á orðritningarinnar í þessu samhengi og svona í rauninni þá líka má hugsa sko, hverja þessum athöfnum og guðstjónustan ekki síður sem ákveðið kannski listaverk og fer taka þátt í að skapa hver athöfn einstök þó við séum að fylgja tiltölulega formföstum helgisiðum og eigum að gera það. Og ég aldeilis talsmaður þess að þá sko held ég að við hefum líka að umgangast helgihaldi sem svo dásanlegt listaverk sem við fáum þátt í að taka þátt í að skapa með fólkinu sem við erum að þjóna og með listamanninu stóra
Jú, hann náttúrulega þetta væri ekki nema hann væri með. Akkurat. Þetta sko bara neyður sín, mér hefst áhvert að heyra þetta sko sérstaklega bara það sem að þú hefur nú bara haft, ég hef segið síðan 3 ár. Þú hefur nú verið mjög reglulegu gestur í lífi okkur hjóna allavega þá. Það hefur verið mjög gaman sko. Og náttúrulega og kynast eitthvað þannig. Og bara mín upplifun er alveg svo sko frá því ég leita fyrst tíðin sem var náttúrulega sálgæsla á þeim tíma. Svo kemur í framhaldi því giftur þú okkur konuna saman heldur í hjónavíslu og svo núna síðast var það þegar drengur okkar fættist þá varstu með blessun fyrir og bara ég tala frá eins og enn og aftur frá mínu sjónarhóli mér finnst samband okkar hafa orðið sterkar fyrir vikið, þú ert meira orðin presturinn minn þú veist á í Egilsstaða presskallið á Héraði og og ég veit svo sem ekkert hvar ég stend hvað þér Ég tek undir þetta sko, ég meina þetta hluta þessum forréttindum ég tala að fá að kynnast fólki og tengjast því líka með þessum hætti í gegnum þjónustunum og það verður alltaf á persónulegu nótum og mér finnst ég vera orðin hluti af ykkur að þú tekur ykkur sem dæmi í þessu samhengi líka sko. Þó við veitum síðan að engin rómissandi og engin prestur má heldur móðgast þó að sko síðan sé kannski leita til annars þegar annars það bát fæðist eða eitthvað svona. Nei, nákvæmlega. En nú skulum við spóla aftur tilbaka. Nú er ég að hugsa með þegar þú ert orðin fastráðin hér og þið hjónir eru komin á þann punkt að þið ætlið að setja stað hér þar til annar kemur í ljós. Þið náttúrulega voru búin að vera í þó nokkur ár, þannig að aðlögun var kannski að mestu leyti búin en var á þessum tímapunktið fannst þér þú þurfa að vinna traust í samfélaginu þegar þú ert ráðinn sem sóknarprestur eða varstu bara orðinn séra Þorgeir, hann er okkar maður, hann er loksins komið stöðuna? Ég var svona opaslega lánsamur að því liti til að fá kannski hafa haft þennan tíma til að búa og kynnast fólki og komast inn í samfélagið áður en ég verð sóknarprestur og það kannski gaf mér það forskot að þekkja til fólks og þekkja til aðstæðna og vonandi hjálpaði það til við að fólk vildi treysta mig fyrir þessu hlutverki en sko ég held nú samt að mér hafi fundist ég þurfa að sanna mig sko alltaf mikið og þurfa að hlaupa hratt svona fyrstu mánuðin árin og vonandi er ég búin að þroskast upp úr því, ég veit það ekki. Já, bara það er einlið þá, sko, við þurfum bara að hendi könnun. en síðan sko, maður ekki alveg, maður heldur ekki tapa sér í því að vera alltaf að hugsa sko hvað finnst fólki. Alls ekki. Og ég held að það sé holdt fyrir alla sem er í einhvers konar áberandi störfum með að vinna með fólki sem er prestar eða kennarar eða læknar eða hvað sko, við verðum að fylgja okkar innri sannfæringu, við verðum að fylgja samviskunum, við verðum að fylgja vilja Guðs og reyna að sinna okkar af trúfesti en við verðum líka að vera alltaf mismunandi skoðanir. Já. Ég ger mig grein fyrir því og langt sem ég gerði mig grein fyrir því að fólk gæti haft alls konar skoðanir á manni og hún gæti sagt ýmsa hluti við sko eldhúsborðið heima hjá sér prestin alveg svo ýmsa aðra og það er bara besta mál, skilur við. En er það líka þannig í dag sem ég finnst svo gott að ég meina nú er búið að sameina prestaköllin og við erum að vinna saman 3 í dag, 2 på Héraði og 1 prestur á Seyðisfirði og fólk hefur þetta val hvers þú leitar sem það hafði kannski ekki eins mikið áður fyrir sérstaklega á landsbyggðinni. Og saman má segja í Austfjarðaprestakallar starfa nokkur prestar saman og séu vissulega dreifðir yfir stórt svæður og fólk getur haft sko 1000 mismunandi ástæður fyrir því af hverju það leitar til séra Jóns en ekki séra Gunnu og öfugt sko. Já, og engin aðeins kemur séra Gunnu við í rauninni. Nei. En bara þannig. En það sem að skipti máli er þetta bara að þjónusta við fólkið og grundvelli trúarinnar að hún sé tryggð. Þú talar að þú hafði hlaupið svolítið hratt eftir þú varst orðið fastráðin. Var eitthvað augnablik sem þú fannst fyrir að þú væri orðin, ef við segjum innan gæsalappa, okkar prestur
Ég held ég geti kannski ekki nefnt eitthvað sérstætt svona aha moment í því sambandi. Það er ekki ljósa fyrir augnablik. En ég sko verð bara mjög þakklátur fyrir það að héraðsbúar voru allavega sko og eru enn í dag. Þetta er náttúrulega svo kurteist fólk og vel upp alið að það gerir ekkert annað en að klappa prestinum á baki eftir aðtöfn og segja já, þetta var fallegt hjá þér sko. Ég ætla að þú eru nokkuð öðru. Ertu ekki að fara að jarða þig hvort þið? Já, nákvæmlega. Þetta er náttúrulega sætt í góðu grín. En hvað lærir maður að því að hlusta meira heldur en að tala? Já. Reitningin segir okkur að við eigum að vera fljót að heyra í okkur bréfinu. Og við eigum að vera með þessi 2 eyru en bara 1 munn. En það sé tungan. Getum við notað tunguna bæði til góðs og ills. Þetta var nú kannski ekki síður góð áminning hjá þér heldur en spurning sko. Ég sko fyrir 2 menn sem sitt hann á eldhúsborðið og var að mala í mikrofón, það var gott að reyða þetta bara slæði. 2 menn sem elska að tala og láta hlusta á sig. Við þekkjum það. Ég er búin að læra ofboðslega mikið af því í gegnum tíðina að hlusta á fólk. Og þá er ég náttúrulega ekki síst að hugsa svona bara þessi enga samtöl við fólk. Á vettfangi sálgæslunar, vettfangi þjónustunnar í kringum andlát eða stóra stundir í lífi fólks inn á hjúkrunarheimilinu eða sjúkrastofnun þar sem maður fær tækifæri til að koma og ræða við fólk og hlusta á bæði fólk sem er að mæta dauðanum í eigin lífi eða ástvina sinna og líka að fá að koma reglulega inn á Dyngju til dæmis og eiga þar stundir með fólki við séra jarðþrúður skiptum með okkur að vera með vikulega helgi og samveru stund með fólki þar og síðan eru guðsþjónustur með kór og organist einu sinni í mánuði við vetrartímann. En í þessum samveru stundum þá er líka náttúrulega tækifæri það sem maður heyrir hvað eldra fólkið er að tala og hugsa þau sem eru og mörg þeir eru náttúrulega þá mjög skýr í kollinum að hafa mjög mikla miðla. Það eru líka forréttindi, það lærir maður ofsalega margt. Já. Ég skal við ég hefði náttúrulega ekki hugmyndum að þið var að fara eins og på Dyngju og Egilsstöðum með þetta reglulegu millibili. Það er býsna löng hefð fyrir þessu, þetta var komið á bara þegar ég byrjaði, þegar þetta var gamla sjúkradeildin og verið mjög gott samstarf við að hálfu kirkjunar við Dyngju og mjög þakklátur fyrir það, mjög frábært að vinna með starfsfólkinu þar í ýmsum aðstæðum sko. Þá líkur nú kannski augum uppi að það er kannski fyrir þá sem ekki vita eins og með sjálfan, hvernig er þá bara svona hefðbundin vika í vinnunni hjá þér? Þær eru bara í rauninni tiltölulega mismunandi en og verkefnin eru yfirleitt mörg og venjulega bara fjölbreytt og ólík en svona ef við hugsaum föstu liðina sem maður sinnir þá er nú gjarnan verið að undirbúa til dæmis messu næsta sunnudags eða næstu athöfn, sunnudagaskóla eða hvað það nú er. Það eru í hverri viku þá yfir veturinn þá erum við náttúrulega með fermingafræðslu, við erum með bænastund í hádeginu í safnaðarheimilinu og þriðjudögum. Það eru heimsóknir á Dyngju, við erum líka í Hleimsdali 2 í mánuði með stund með dagþjónustunni þar. Það eru talsvert af viðtölum yfirleitt í hverju viku, sálgæslu viðtölum og síðan eru ýmis svona ólík verkefni bæði svona innan kirkju, hvað sem það heitir sóknarnefndafundir eða samstarf við sóknarnefnd samstarfsfólk eða svona stjórnsýslu þætti kirkjunar með einhverjum hætti, það fylgir þessu líka og svona einhver skriffinska. Að blessa bókald maður sleppur aldrei frá því. Akkúrat. Skipulega starfsins og svo eru því til viðbótar ýmis svona samstarfsverkefni í samfélaginu sem við komum að. Til dæmis ég setið allmörg ár fyrir hand kirkjunar í stjórn Jólasjóðsins í Mólaþingi. Þar sem við sem er samstarfsverkefni Rauða krossins, kirkjunar, aflstéttafélags og Lægjónsmanna og síðan er félagsþjónustan mikilvæg samstarfsræðili og svona
fer fyrir útlutuninni sem á sér bæðist í desember og aðal útlutunum síðan hægt að sækjum fjárhagsstuðning líka þarna í formi bónus eða nettókorta. Já. Tvisvar á ári því til viðbótar fyrir það sem að þurfa því að halda. Og við komum að áfallateymi Austurlands til dæmis og ég mjög þakkláttur fyrir gott samstarf við aðila í samfélaginu, til dæmis Heilbrigðisstofnunin og Rauða krossin og sveitarfélögin, félagsþjónusturnar og fleiri. Ekki síður á vettvangi þessara svona erfiðustu stunda í okkar samfélagi. Þannig að þetta eins og við nú ræddum og erum kannski búin að fara yfir. Þetta starfi ekkert endilega 9-5. Nei. Þetta kannski næstu 24/7 eða 24/6. Já, manni myndi ekkert leiðast þó maður ætlaði að vera í vinnun allan sólarhringinn. Maður var náttúrulega að læra að setja sig mörk. Það kannski eitt af stóru verkefnunum. Sem þá kannski bara eins og næsta spurningin sem ég með hennar skrifaði hjá mér. Og það á vel við eftir þessu orðin. En þá langar maður að vita hvernig lítur á hlutverkið í dag, ekki bara sem prestur, heldur sem manneskja í samfélaginu. Stærsta hlutverk mitt sem manneska í samfélaginu náttúrulega að vera til staðar fyrir fjölskylduna. Alveg börnin mín og reyna að vera svona sæmilegur eiginmaður fyrir frúna sem nú búin að vera þolinmóði gegnum árin. Það bara, án þeirra væru ekki neitt. Það nú málið, því Lín mín búin að þóla mig núna í rúm 20 ár, við hefum 20 ára bara sammæli í sumar og ég afskaplega þakkláttur fyrir það og gleðist við því og fá svona að taka þátt í því sem að börnin að fást við og sem það eru íþróttaæfingar, skíði, tónlistarskólinn. Gær var ég nú á árshátíðar sýningu hjá stráknum mínum sem miðstíða Egilsstaðaskóla var að setja upp skilabúðaskjóðuna, Þorvald Þorsteinsson, frábær sýning og rosalega flott starf sem unnið þarna í samstarfi skólans og tónlistarskólans. En svona á vettvangi kirkjunar að þá er ég í augnablikinu í nýju hlutverki vegna sem ég var fælið að leysa af sem prófastur hérna á Austurlandi núna í vetur frá 1. nóvember og fram á sumar. Hún er í námsleif okkar prófastur sem Sigríður Rún. Dvelur í sólinni vestur í Kaliforníu. Jú, ég þekki manninn búin að heyra reglulega í honum og hann bara alltaf í sólinni og svo þegar hann segir mig hvað klukkan og hvernig veðrið, það bara hætt. Gerur okkur græna öfund? Ég segi það nú ekki. Ég er ekki með pöttunar. Nei, einmitt. Síðan er ég líka svo heppinn að fá að taka þátt í verkefni núna sem er endurnýjun á því sem heitir handbók kirkjunar. Handbókin er eiginlega það sem er svona leiðbeiningarnir fyrir ritualið, ekki séðin okkar það hvernig guðsþjónustan og kirkjulegu athafnirnar að fara fram, skilt nótför og annað slíkt. Og það er býsna stórt mikið verkefni sem að ég kom inn í 2022 í sitt í nefndinni sem að vonandi skilar af sér seinna á þess árið að því næsta. Ef ég má spyrja og ef þú mátt svara, þá ef við segjum nútíma væðan að gæsalappa eða svona bara yfirfara hvernig svo orðaðið ritualið er? Við höfum náttúrulega ýmis konar markmiðir. Eitt þeirra er klárlega að auka svona skiljanleika og aðgengileika til dæmis tungutaksins. Já. Og það viðbröðin sem við fáum við svona þeim tilrauna messuformur sem við höfum sendt út og eru í notkun sumstar, ekki voðalega víða, til dæmis í Egilsstaðakirkju, þau eru svona blönduð eða misjöfn. Það eru bæði jákvæð en svo heyrum við líka sem er líka svolítið fallegt að upplifa. Það er líka viss íhaldssemi í kirkjunni og bara í safnuðanum við miklum breytingum. Myndirðu segja að þetta væri þá kannski kynslóðaskiptin sem eru væntanlega kynslóðaskipti í íhaldinu eða? Ég hefði nú búist við því en það er ekki öllu leyti svo. Það er líka yngra fólk sem að þykir vænt eldra orðalag og finnst ekki gott að breyta drottinn sem yður í drottinn sem ykkur svo dæmis í tekið. Já, þú meinar. Það eru bara mjög skipta skoðanir á þessu og ég veit ekki á þessum tímapunkti alveg hvert við förum akkurat þetta atriði með málfærið. Það kemur bara ljós síður á henni. Já,
Þetta er sín. En að lokum, nú erum við bara að brenna út á tíma, elsku kallið minn. Mér langar að spyrja, þú ert nú eiginlega búin að svara þessu. Í hvaða verkefni ert þú núna? Og varst eiginlega að svara því? Já, akkur, heyri, ég var nú fljótur á mig. Þú hefði náttúrulega getið hugmynd um þessu spurningu. Nei, já, þetta eru verkefni sem ég er í núna og já, mitt. Sinna preststarfinu og já, þessu prófastarfi núna, vera í handbókarnefndinni. Svo er ég skipuleggja ráðstefnu á samtópa góðu fólki sem að vera haldin fyrir sunnan í haust. Svona norræna ráðstefnu sem heitir Leitúkía. Það er svona ráðstefna með fókus á helgihald og kirkjutónlist og koma saman prestar og organista frá öllu Norðurlöndunum. Ég er búin að fara síðustu 4 ára á milli allra Norðurlöndar og nú er ég að leiða hópin sem er að skipuleggja ráðstefnu sem verður í Reykjavík í nóvember. Ég er mjög spenntur fyrir þessu. Já, nú magnaði að heyra að prestur á Austurlandi lengst frá höfuðborginni sjá það verkefni. Já, þetta er heimurinn og svo lítill maður. Ein internettengingu allt er komið. Allt hægt með Teams og tölvupóstinum. Það er bara dásalegt. Og síðan er nú bara verkefnið að líka halda áfram að bara reyna að vera þokkaleg manneskja og reynast fólkinu sínu vel. Kannski reyna að bæta mig eitthvað á skíðum. Ég hef fór á skíði, fyrsta skipti í vetur síðustu helgi með yngstu dóttur minni, hún var að æfa skíði og þau eru undir allræktum minnir og það var mjög gaman. Ég verð nú seint mikill skíðamaður. Svo ég eftir að fara meira gönguskíði líka, sem finnst eiginlega skemmtilegra. Ég held að ég get sagt fyrir mína part að mér finnst gönguskíðin hljóma aðeins meira spennandi. Það því að allir sem ég þekki sem hafa stund að skíði, þessir einstaklingar enda iðulega með ónýtt hné. Þannig að mér þykir það vænt bæði hnén sem ég með, þannig að ég held ég leyfi þér bara eiga við þetta sport. En Þorgeir, takk innilega fyrir komin í Mjólkurhúsið. Eigðu bara frábæra dag og bara enn betri vetur og enn betra sumar. Sömuleiðis minn kæra og bara takk fyrir spjallið. Það er greinlegt að Þorgeir hefur valið starf þar sem mörkin á milli vinnu og heimilis eru ekki alltaf skýr. En það sem skiptir máli er nærveran. Við þökkum Þorgeiri kærlega fyrir samtalið, fyrir hugleiðingarnar og fyrir að gefa sér tíma á milli verkefna. Mjólkurhúsið er unnið í samstarfi við Austurfrétt sem við viljum þakka fyrir stuðningin. Þangað til næst, takk fyrir að hlusta.